Hvort sem þið trúið því nú eða ekki, þá stendur yfir hérna á Akureyri alþjóðleg ráðstefna, málþing og verkefni jólatré. Ég fekk til mín hérna 2 sérfræðingar sem að tengjast jólatrjám og jólatrjáræktun og ætlum aðeins að fræðast þetta verkefni. Velkomin, welcome. Takk. Vilt þú segja mér pínu frá ráðstefnunu til að byrja með? Hvaða fyrirbæri þetta? Þetta fundur hjá jólatrjáarsamtak, alþjóðleg jólatrjáarsamtak þar sem vísindamenn frá alla heimshornir kemur saman að skiptast rannsóknarniðurstöður og reynslu og alls konar tegundar vinnaaðferðir og slíks, hvernig man vinna saman. Så hittest man og med erindi, fer í svona vettfangsferðir og hitta folk og skoða jólatré, sem tengjast þetta. Þetta var fyrir 2 árum síðan í Norge og ég tók þátt í þetta sem jólatrjáa vísindakona hér frá Íslandi og okkur bauð hópinn að þeim að koma til Íslands til að vera með þessi ráðstefnu hér. Og það hlýtur að vera svolítið gaman að fá, þetta náttúrulega mjög afmarkað sérfræðigrein, jólatré. Já, þetta mjög afmarkað. En okkur fannst þetta var sér tækifæri til að benda kastljósið eða sviðsljósið á jólatrjáræktin á Íslandi. Af því að þetta frekar lítið svona framleiðslu sem hér, en okkur langar að vinna það upp, að gera það meira, svo við gætum minga innflutning á danska jólatré. Og minga notkun af gervijólatré og fá Íslendinga til að sjá að það hægt að vera með íslensk jólatré sem mjög flottir og gæti vera mjög fína vöru. So you're from Washington, and could you tell me what's your connection to the Christmas tree? Well, I work at Washington State University, and part of my research and extension program relates to diseases and post-harvest issues on Christmas trees. And so as part of this meeting, I'm the coordinator for the group of scientists working on Christmas trees through an organization, the International Union of Forest Research organizations. This is a very specific topic to be like a specialist for Christmas trees. How did that, how did you end up there? Well, in Washington, in the Pacific Northwest, so Oregon and Washington, they lead the United States in the production of Christmas trees, and there was a disease that occurred in the late 1970s on Douglas fir, and the growers needed some help in trying to figure out how to manage that disease because it was affecting their ability to produce trees. And so I was asked to start a project on Christmas trees at that time, and I've been working on Christmas trees ever since. You told me you've been called all sorts of names through this, like, what did you say, the scientific Santa Claus. Scientific Santa Claus, yeah. Dr. Christmas Tree, Mr. Christmas Tree, yes. Lots of names. But what about coming here to Iceland and getting together and have a discussion about the science behind the Christmas tree? One of the things that's really important about the meetings that we've been having, like the one here in Iceland, is it really provides the people who are working, doing research and stuff on Christmas trees to get together, because there's a lot of common problems and a lot of effort to figure out how to solve some of these problems. And by bringing people from different production regions, different countries together, there's a tremendous opportunity to share information, develop collaborative projects together to enhance our ability to solve some of these problems. So this group, we meet every 2 years, and then groups will propose to host the meeting, and so we primarily are going from Europe to North America, and so it's been great here in Iceland. They have a fledgling Christmas tree industry, but a lot of enthusiasm and stuff, and from a scientist personally, one of the tremendous values for me is that I get to see different ways of looking at problems. I may have a certain way of looking at it, but I go someplace else and I realize other people are looking at the same problem and they have a slightly different way of looking at it, so it really broadens my perspective. Is this a big industry?
Certainly in the United States. I don't believe it's a big industry yet in Iceland, but in the United States there's about the overall industry, retail industry, is about $1 billion. Yeah. And in the Northwest, Oregon and Washington, we produce about 10, 12 million trees a year, which accounts for about 40% of the total U.S. production. Wow. And do people, like in the U.S., think about that they want to buy Christmas trees from the U.S. and not from abroad? We have very few trees that come in from abroad. There are some trees that come from Canada down into the United States, but there are regulations that prohibit the shipment of trees, let's say, from Europe into the United States, and vice versa. The producers in the United States can't ship trees into Europe. Hvernig þetta á Íslandi? Við með svona, við náttúrulega flytjum inn í tré, ættum að fara út í þetta? Já, við flytjum inn í kringum 80% af öll lifandi tré frá Danmörkur, Norðmenn þín. Og við erum að framleiða bara 20% af markaði. Og så aðleg stafaföru som vi erum að framleiða selja, en líka rauðgreini og blágreini. Og så við mikið að satsa á fjallaþinn som skilt Norðmenn bara heldinn að grætna farleginn. Þetta svona rannsóknarvinnu við erum í. Eigum að breyta þessu? Að sjálfsögðu. Já, það var innflutt. I saw that there were people from all over the place, and I saw one from South Korea. Yes. And I stopped and said, really, South Korea? Christmas trees? What's the connection? Well, for example, we ship in the Pacific Northwest to a number of Pacific Rim countries, including a number of Asian countries, because you know, the use of Christmas trees is not necessarily specifically related to certain Christian religion activities and stuff. It's sort of a Western thing, Christmas holidays and stuff like that. And so they're interested in potentially growing Christmas trees because they see some demand locally in South Korea, but they also would like to be able to ship trees to China, where they see expanding opportunities in China. And so they would like to take advantage of being able to grow Christmas trees in South Korea to be able to ship into China. To end with, hvað eitthvað svona sérstakt þegar þú hittir svona fjölþjóðlegt samfélag í kringum jólatréaræktina sem að svona þér finnst áhugavert og eða vissir ekki eða af einhverjum breytingum frá öðrum löndum? Mér finnst það rosalega gaman að hitta fólk sem hefur svona brennandi áhuga fyrir eitthvað sérstakt málefni. Og þetta frekar lítið hóp, en þetta mjög svona samkennt hóp og alla koma vel saman og það skiptir ekki svo mikil máli hvað man nemi eða prófessor eða eitthvað. Man bara ræða málið og koma sér saman, hefur góðan tíma. Við erum búin að vera á Hotel Natura, búin að vera mjög fínt og búin að fara víða, Mývatn og inn í Reykjahús og Sólskógum, Kjarnaskógum og Vöglum. Þetta búin að vera virkelig fínt. Fólk búin að taka rosalega vel á móti okkur hér á Akureyri-svæðinu. Yndislegt, takk fyrir. Thank you for coming. My pleasure. Þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag og ég segi bara góða helgi.